Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl, til mín komin Svava Björg Mörk og við ætlum að ræða menntun leikskólakennara. Hvað er starfið þitt í háskólanum? Ég starfa við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, dósent þar í stefnu og stjórnunarfræðum, menntastofnana. Já. Og ert þú þá sem sagt, að kenna nemendum sem að læra að vera leikskólakennara? Meðal annars, já. Meðal annars, já. Sko, ég svona ég las grein og þá fór ég að velta fyrir mér. Allir nokkur starfsstétt, allan að háskólamenntuð, hafi þurft að verja námið sitt eins mikið eins og leikskólakennara? Ég hugsa ekki. Ég var nefnilega líka að velta þessu fyrir mér þegar í dag og bara búin að vera að velta þessu fyrir mér síðustu daga. Já. Hvers vegna við ítrekka þurfum einhvern veginn að ræða gildi menntunar okkar. Já. Við þurfum að verja, það þurft að verja þegar þetta fór frá framhaldsskólastig yfir á háskólastig, síðan þurft að verja það ákvörðunartöku að við fylgdum annarri kennarimenntun með í 5 ára menntun og ennþá eru við einhvern veginn að verja það að mikilvægi þess að hafa þessa fagmenntun. Já, svo lengi sem ég mann þá er verið að tala fyrir voru fóstrur og svo þetta, að það var það að hver hefur ekki alið upp barn? Já, já. Er ekki svona rökin gegn menntunni? Við höfum alveg fengið líka, gott hjartalag er eiginlega bara frekar það sem skiptir máli heldur en fagleg þekking á námi og þörfum barna. Já. Og maður heyri það. Já. Haraldur Gíslason sem er formaður leikskólakennara. Já. Hann var að tala að það er hörgull á leikskólakennarum og það er líka á læknum. Já. Og þá kom hann með það hugmyndi að ég bara stytta nám lækna. Já, já. Með svona gagnurök á móti hinu. Já, og það er hörgull á sjúkraliðum. Eigum þá bara hætta að mennta sjúkraliða? Já. Að þú veist, hvar eigum við að setja mörkin og hvers vegna hver er rökin fyrir því? Það er skortur á sjúkraliðum, skortur á hjúkrunarfræðingum, skortur á læknum, skortur á leikskólakennurum. Ísland er að stækka, kerfið er að stækka, hvort sem er leikskólakerfið eða heilbrigðiskerfið og eigum við þá bara að slá að kröfum? Já, hver vill það? Hver vill það? Já, en þetta er það má náttúrulega ekki gera lítið úr því að taka við svona ungum börnum. Nei. Kenna þetta bara að vera í hópi til dæmis. Já, bara, og svo má þetta bara, ræða það líka, þetta samfélagslega ábyrgð varðandi fæðingarorlof. Já. Hversu tilbúnir börn að fara inn í stóran hóp barna, 12 mánaða, verja þar 8 til 9 klukkustundum á dag. Þú veist, er það besta fyrir börnin? Það má líka alveg ræða það. Er það það? Ég myndi alltaf segja að ef þau geta ekki verið heima hjá sér í góðu atlæti fyrstu árin og fyrstu mánuðina, að þá ætti leikskólinn með fagmenntastarfsfólk að vera það sem að tæki við. Já. En til þess að góður leikskóli sé góður leikskóli, þá þarf fagfólk. Já. Og þá er ég ekki að meina hvort það sé gott fólk, heldur þetta utanumhald. Já. En svo var, sem að líka, svo er þetta, við byggjum leikskóla, leggjum í þetta einhverjar milljarða væntanlega, milljónir. Já. Og í útlit með rosalega lítið rými fyrir börnin. Í þetta rými hér, ég veit ekki hvað það væri hægt að setja mörg leikskólabörnin, það kæmi yfir, væntanlega 20 getur verið hér og er það boðlegt? Er það? Nei, mér finnst það ekki, mér finnst til dæmis við þurfum líka að ræða að því að það er börn sem eru ekki fann að hreyfa sig. Já, þau eru auðvitað færri inn á deild en þau þurfa fleiri starfsmenn. Já. Og yfirleitt teljum við ekki starfsmennina með. Starfsmennar tekur rými. Já. Hænur raunverulega hafa betri fermetrafjölda, ég held að sé 1 fermetra per hænu ætti að vera þannig til þess að þær hafa það gott. Já. Og Hörður Svavars, hann gerði mjög góða rannsókn á sínum tíma hann kallaði þetta börnin í veggjónum. Þannig að við gerum ekki nægilega mikið ráð fyrir góðu rými fyrir börn.
Þannig að þegar fæðingarorlofi lýkur og barn kemur yfir í leikskóla þá á að taka við gott umhverfi með góðu starfsfólki, fólk sem hefur menntun til þess að vinna, því að þú getur verið með fagmenntun, verið jarðfræðingur og starfa í leikskóla. Þú hefur ekki kunnáttu að þekkingu á hvað felst í námi og menntun ungra barna. En æskilegast að allir starfsmenn á leikskóla séu menntaði leikskólakennarar? Auðvitað væri það best. Já, en það eitthvað sem bara kemur ekki til greina eitthvað. Ég ætla bara að lifa í þeirri útópíu að við náum fram einhver tíma því að nú erum við með 2/3 þyrfti að hafa þessa menntun, hafa leikskólakennaramenntun. Það þannig núna? Það þannig, samkvæmt lögum, það ætti að vera þannig. Já, samkvæmt lögum. Já, ég held að það sé 1/5 í dag sem að hefur mentunna og þá held ég, nú, þú veist, ætla ég að passa fullur ekki, að þá erum við líka að telja með stjórnendur sem eru kannski ekki að beinta á gólfinu en eru að stýra starfinu, daglega starfi, já, faglega. Þegar ég var sjómaður áður fyrir þá fekk maður undanþágu til að vera stýrimaður þó maður hefði ekki mentunna. Já. Að þá var bara litið til hvað maður búin að vera lengi til sjós og þá fengum við undanþágu bæði til að vera í vél og stýrishúsi. Þú þarft að sækja undanþágu ef þú ræður inn leiðbeinandi í grunnskóla en ef þú ræður inn leiðbeinandi í leikskóla þá þarft ekki að sækja undanþágu. Já, svoleiðis. Þannig að þetta leikskólakennarar þurfa svona berjast fyrir stöðu sinni, gildi menntunarinnar sem löng. Já. 5 ára háskólanám til þess að fá leyfisbréf sem leikskólakennari eða kennari. Já. Og þetta kannski alveg niður í 20% segir. Já. Sem hefur þessa menntun en það má ekki gleyma því að það fjölgar í náminu og þeim fjölgar leikskólakennaranum en eins og Haraldur hefur réttilega bent á kerfið stækkar mjög hratt. Það alltaf að vera að byggja nýja leikskóla. Hver eiga að vinna þar? Og þeir sem í námi hjá okkur meirihlutin er starfandi í leikskóla þannig að þegar við útskrifum leikskólakennara þá þeir þegar starfandi í leikskólanum. Einmitt, þannig að eru kannski ekki viðbót í starfsmannafjöldan. Nei, en fá menntun og réttindi. En þá kemur þessi spurning líka alltaf, eru margir menntaði leikskólakennarar sem fara í önnur störf? Það hefur gerst, já. Þeir hafa farið annað og ég hef ekki, veit eina fræðikonu sem hefur rannsakað, tekið viðtöl við leikskólakennarar sem hafa farið yfir í annað skólastig og svona það sem að, ég veit ekki hvort hún hefur byrta en það sem ég hef heyrt að það sem gerist í leikskóla, ef þú ert eini fagmaðurinn, þá verður það mjög einmannlegt. Ef þú ert eini fagmaðurinn inn á deild og þú færð ekki þetta faglega samtal, færð ekki möguleikan að eiga samskipti við aðra og ræða fæið. Ræða hvað þetta sjá í leik barna, hvernig þroskinn, hvað að gerast. En þegar þessir einstaklingar hafa farið yfir í grunnskólan þá þeir hluti af stærri faghóp þar sem hefur verið að ræða fæið og það gefur líka. Já, en þetta nú verið talað til dæmis með hjúkrunarfræðinga, ég held að það hjúkrunarfræðingar viti hvað margar úti með margir hjúkrunarfræðingar að starfa við annað sem eru menntaði hjúkrunarfræðingar og þetta fólk sem vantar inn í kerfið hjá okkur. Já. Og það var viðtal við þann Sigurð í dag, formann félags stjórnandi í leikskólum og þar minnist hann á að það er 30% starfsmannavelta hjá ófaglærðu starfsfólki. Eðlileg starfsmannavelta er 8-9%. Þannig það er svo margt sem að gerast í leikskólanum og þú sem kannski eini fagmaðurinn inn á deild og þú kannski stöðugt að fá nýja inn og hvað að gera? Þú ert að kenna þeim. Og þú getur verið að kenna eins og... Já, algjörlega og þú getur verið að kenna mjög skrýtna hluti eins og að vinda tusku. Skiljið, það er bara og ég upplifði það sjálf sem starfandi deildastjóri að það, hvernig gerum við gerum svona þegar við gerum með töskuna og það snir ekki beint að námi barnana. Er þetta þá kannski sumt þessu fólki
ófaglæra sem ráðiðinn, það kannski að fara í fyrstu alvöru vinnuna sinni. Sumir, já. En svo erum við auðvitað með dásam, leikskólarnir, við skulum alveg hafa það á hreinu. Leikskólarnir væri ekki starfandi nema með leiðbindunum okkar. Nei. Það bara, og við erum með marga frábæra og við erum að sjá þessa einstaklinga einmitt vaksa, koma inn í það er nám í dag sem heitir fagháskólanám sem er boðið upp á bæði við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri og það eru þeir sem að hafa leikskóla liðamenntun sem er framhaldsskólamenntun og starfa í leikskólum, þeir hafa komið inn í þetta nám sem er svona eins konar brú inn í háskóla og þeir klára fyrsta árið sitt í háskóla með þessu og þannig erum við að fá bara, ég get ekki sagt konur en það er örfáir kallmenn sem hafa komið samt með fólk sem hefur starfað jafnvel 20 ára í leikskólum og er að koma inn þannig að við það er svona tækifæri til að mennta sig og taka ákvörðum hvort þau vilja halda áfram og sumir halda áfram upp í svo kallar 120 einingar í háskólanámi þá færðu diplómu sem aðstoðarleikskólakennari og er komin inn í félag leikskólakennara og þannig við erum líka með fleiri sem hafa kannski ekki leyfisbréf leikskólakennara en hafa menntun, öll menntun góð og skila sér til barnanna. En það er sumt af þessu fólki sem kemur sem leiðbeinendur er eflaust fínt starfsfólk og fljótt að taka tilsögn en starfsmannaveltan þar er vantarlega mikil. Já, hún er mikil að því að það sorglega við það að vegna þess hvernig talað leikskóla í dag og hefur örugglega alltaf verið gert og þetta starf, ég meina af hverju þarf menntullis að vinna í leikskóla þegar þú heyrir þetta sem 14-15 ára ertu þá að fara að hugsa, vá, ég ætla að vera leikskólakennari þegar ég verð stór eða það er námið sem ég ætla að fara í þannig að, og við erum meira þess að líka algengt að fá fólk sem að eins að þetta sem er á milli stúdentprófs og heimsreisu sem að kemur droppar inn í leikskólan og vinnur þar í smá stund en heldur síðan áfram sumhver bara, og annarkvort bæti þá við sig eða ekki, en svo erum við líka að fá marga inn með annars konar bakkalárgráður og það er mikið af okkar starfsfólki í dag, eða starfsfólki í leikskólum og okkar nemendum í dag sem er að koma inn og bæti þá við sig meistaragráði í menntunarfræði leikskóla og fær réttindin þannig sem leikskólakennari. Ef bara allir drauma myndu rætast. Hvað þarf marga leikskólakennara til viðbótar við þá sem er starfandi? Já, það nú hefði verið gott að hafa Harald hérna við hliðina á sér. Einhvern tímann hef ég heyrt 1800. Það getur vel verið að svo talar á miklu herri. Já. En svo er annað líka, það er tungumálið. Tungumálið, já, vissulega. Og það er að því að talandi það kannski út frá þessar umræðum læsi sem er aftur komin að stað og er mikið vægi í samfélaginu okkar að rannsóknar hafa líka sýnt að grunnurinn felst í því að börn hafi góðan málþroska að sé vera að tala við þau og jú, við erum vissulega með fólk erlendu uppruna sem að ég hef fengið þegar ég starfaði sem leikskólastjóri fyrirspurn hvort það var ekki bara gott að fá bara helstinn og yngstu deildina starfsfólk sem að kynni ekki út íslensku og það myndi bara læra tungumáli með börnunum en þar þyrftu við auðvitað fólk með bestu ég myndi segja mestu og bestu menntunina og góðan orðaforða til þess að leggja grunninn vegna þess að lengi býra fyrstu gerð, það er bara þannig þannig að tungumáli, jú, það þarf að vera í lagi en það sem að gerist líka í amstrinum að það er hversu mikinn tíma hefur kennarinn með hverju barni, hversu mikið getur hann sinnt og tala við og gefið sér tíma, vinnutímastyttingin eitt dæmi að þar fer starfsmaður út en það kemur enginn í staðinn að því að leikskólinn sveitafélagin voru ekki tilbúin að leggja þann pening í. Nei. En nú gerist það eflaust að segjum bara 3-4 ára krakki er að flytja með foreldrar sér til Íslands og kann ekki orð í íslensku en þau eru oft fljót að læra það. Þau eru það og svona flest börn og sérstaklega ef í þessum
úrvalsheimi sem við erum að ímynda okkur að sé til og þar sem þú væri með allavega 66% starfsmanna, 2 starfsmenn af 3 hafa leikskólakennaramenntun, þá hafa menntun í að vinna með börnin í gegnum leikinn. Í að styðja og þau þekkja leik, þau skilja hvað leikur kunna styðja við leik, barn sem man kann ekki að fara inn í leik, vita hvernig geta stutt við og hvers vegna það skiptir máli. Og það sko, leikurinn auðvitað aða námsleið barnsins á þessum árum. Og það það sem að þess vegna þurfum við fólk líka sem skilur að ólík tegund leiks á ólíku tímabili, hvernig þau þroskast, hvernig þau fara áfram, líka hvernig þau nota leik bæði í valdabaráttu sín á milli, bara þetta að geta stutt við skiptir mjög miklu máli. Þess vegna þurfum við að hafa fagmenntaða einstaklinga, en við þurfum fólk sem að ég segi oft sko, við þurfum jafnvel fleiri stéttir að vinna með okkur og ekki til þess að koma í staðinn fyrir leikskólakennara, heldur bara að styðja við, hvort sem það í grunn eða leikskóla. Að tala nú ekki ef að börn ekki að ná góðu tökum á tungumálinu, þá okkur eru ekki með talmeinafræðingar sem að vinna með okkur. Já. Það þyrfti að vera. Já. Við þjálfar, félagsráðgjafar, við þyrftum fagstéttir í samvinnu. Maður fær stundum þess að gagnrýna á kennaramenntun, kennarar ekki nógu tilbúnir fyrir þetta og hitt. Kennaramenntun alveg, eins og leikskólakennaramenntun, við erum að mennta sérfræðingi leik barna og það segir í aðalnámskrá leikskóla, leikur megin námsleið barnsins. Og þá þurfum við sérfræðinga í leik barna. Það gefur auga leið. Alveg eins og ef að þú ert að fara að kenna stærðfræði eða þú ert að fara að kenna, þá viltu fá sérfræðing í stærðfræði. Já. Sem kann allan að meira en nemendunir. Já, þú vilt það og einhvern veginn líka leiðir til þess að fá þá nemendur eða börn, við tölum alltaf börn í leikskólanum, að fá börnin með og hjálpa þeim, styðja við þau. En hvernig búið á náminu? Nú það komið á Hótel Sögu. Já, við erum komin á Sögu, það æðislegt. Já, sleppa hótel núna, það bara saga. Já, það bara saga. Já, þetta ekki fínt hús? Þetta rosalega, þetta svo fallegt og gaman að vera þarna, útsinnið og bara við erum, flestir sem ég hef talað við eru mjög þakklátir fyrir að fengi líka að vera orðin hluti af svona háskóla samfélaginu, komum vestur. En það, og þetta sem sagt, þetta fallegt hús og á stað í Sögu þjóðarinnar. Þannig að það fer vel ykkur þar. Já, virkilega. Bara mæli með þú komur í heimsókn og sjáir. Það er virkilega fallegt þarna. Bróðir mig var lengi þjónn og veitingastjóri á Hótel Sögu. Já, það? Já. Þannig ég oft komið í húsið. Já, þetta er... Ég að taka hann með mér. Þú verður að gera það. Þetta er virkilega góðar og fallega breytingar, finnst mér. Og líka vera haldið í ýmislegt sem kemur vel út. Já, það er gott. En þetta er svona bráða, alveg sem þú nefndir sjúkraliðana, hjúkrunarfræðingana og eitthvað staflega sem daginn að við gætum ekki haldið upp í heilbrigðiskerfinu nema fyrir að þeir erlendir læknar. Og það er sama með starfsfólkið okkar líka. Já, ég að segja þetta bara, við sofa á verðinu mjög í það. Já. Og þá erum við neyðaraðgerðin til að reyna að bjarga þið. Já, og það er einhvern veginn svona lenskan hjá okkur. Ég veit ekki hvort það sé þetta reddast hugafæri hjá okkur, að við horfum ekki næla langt fram í tíman og við erum bara einhvern veginn að redda augnablikinu og svo reddum við næsta augnabliki og svo þannig kolli, staðin fyrir einhvern veginn að gera úrbætur og vita að það tekur tíma. Það tekur alla breytingar taka tíma. Við erum hlaupandi með lekadallin allt. Svolítið mikið þannig. Já, og búið að vera lengi. Já. En þetta er sem kemur svona að sinna fólki, sko. Þar stöndum við ekki vel, sko. Nei, við gerum það ekki. Við erum búin að talja upp, sko, allar þessar stéttir sem eru. Kona mín sjúkari leiðirindar hægt að vinna, þannig að ég hef svona einsinn inn í þann hugsunarhátt, sko. En það er líka mjög erfitt. Bara mikið álag. Já. Það er það og það
sko, það sem mér finnst svona kannski sorglegast með leikskólamálin þetta pólitíska bitbein sem við verðum fyrir á 4 ára fresti. Þegar sveitarstjórnarkosningarnar fara af stað. Að þá kemur hver flokkurinn og einhver sem ætlar að breyta og þá leikskólinn. Hann tekin með sem einhvers konar kosningalofar. Já, það var eiginlega fyrsta bara. Já. Og það ekki, það einhvern veginn svona gleymist að þetta fyrsta skólastigið. Þetta undir menntamálaráðuneytinu. Þetta ekki bara einhvern veginn úrræði fyrir foreldra til þess að komast á vinnumarkaðin og eins líka þetta að geta ekki lengt fæðingarorlof því að það kostar svo mikið fyrir hvern. Er það fyrir atvinnulífið að fólk kom ekki nægilega hratt út í atvinnulífið aftur eða hvað er það sem að stýrir? Já, hver verðmiðinn? Já. Og hver getur reiknaðan út? Já, hver getur reiknaðan út? Já, það svona flókið. Já. Og það þegar við erum líka í þessu með lekavarnirnar að hlaupum með föturnar að þá erum við einhvern veginn ekki að hugsa þetta til langtíma. Nei. En er það skemmtilegt nám? Mér finnst það. Já. Mér fannst það. Ég fór sjálf í gegnum nám við Háskólann á Akureyri og þá var þetta, þá fórum við, það var 4 ára nám, það var 3 ára nám, það tókum við þetta á 4 árum, það var sem sagt ekki komið upp á meistarastig. Og mér finnst það gaman sko, ég bætti við mig bara strax í meistara námið og að því mér fannst ég ekki hafa nóg. Ég verð fljótlega leikskólastjóri og deildarstjóri þarna og ég vildi vita meir stjórnun, hvernig að vinna með jafningjum og fleira og bætti því við mig. Og það sem þú getur gert þegar þú ferði í meistaranám í dag. Eða þú ert búið með bakkalár í leikskólafræðum, þá getur þú tekið svona áherslusvið, hvort það fórista eða læsi eða eitthvað annað sem þú velur. Verðið ekki að treysta á því að treysta það að þetta batni? Jú, við skulum trúa því að En það ekkit á morgun, svo? Nei. Þetta langtíma verkefni? Þetta langtíma verkefni og það kannski krefst hugafarsbreytingar. Já. En þetta sem þú nefndir áðan, ég ætlaði að spyrja það, þú talar lítil börn eru jafnvel 8 til 9 tíma í vinnunni sinni. Já, í leikskóla, já. Já, í leikskólanum. Já. En foreldrarnir stytta vinnuvikuna og... Já, búið að stytta vinnuvikuna, það er auðvitað nokkuð sveitafélög sem hafa boðið upp á 6 tíma gjaldfrjálsa vistun sem hefur haft þau áhrif að það hefur sum börn þá eru styttri tíma. Hjá okkur hefur þetta verið þannig jafnvel sko að ef að barn eignast foreldrar fyrir fæðingarorlof þá hefur jafnvel lengst tíminn hjá barninu sem í leikskóla. Það en ég veit ekki, ég held þetta sé sko og ég vil alls ekki gera foreldra einhverjum blóraböglum eða eitthvað, en ég held þetta sé samfélagsmein hjá okkur. Við höfum aldrei verið neitt sérstaklega barnvænt samfélag. Nei, það ekkert annað. Nei, það bara, þú veist, ég hef búið í ólstu að hluta til upp í bæðin Færeyjum og Danmörku og það einhvern veginn meira gert ráð fyrir börnum þar. Já. Ég hef farið svona sem af í heimsókn, það er ágætt í dagar eða ekki? Það aðsettur með bóðið að koma? Já. Þarna voru 2 afar með eina litla stelpa. En það var gaman að sjá þetta bara innanfrá, sko. Heyrðu, en við skulum bara segja þetta orðið gott. Þetta og þakka bara mjög vel fyrir þetta, Svava Björg, og gangi ykkur sem best í ykkar störfum. Já, takk fyrir. Takk sem leiðis. Og Rauða borðið heldur áfram eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift?
samstöðin.is